Sælveriði, Ívar hér, Flugusmiðjunni. Í kvöld ætlum við að nýta Stoats Tale í Longwing útgáfu með löngum væng. Og við erum að nota 8.0 tvinna sem sé Uni og við erum að nota Arex sem sé Traditional Double nummer 6. Eða 8, jú, þetta er 8. Við byrjum náttúrulega á því að bregða tvinnanum hérna bara á búkinn og úr því þetta er Longwing útgáfa í bókinni hérna er minnst á Árna Baldursson. Það fer nú maður sem að ætti að vita hvað hann er að tala þegar kemur að þessu. En við byrjum á því að setja á þetta ávalt silfur úr því og búin til brodd af hana. Og svo kemur vöf, það er að segja silfur vöf yfir svartan búk. En við erum sem sé með Uni silfur, þetta er medium sem við erum að nota. Má nota small í þetta líka, ekki svo náið kannski. En þá kemur sem sé þetta svona. Og það er ágætt að miða við það að fara ekki með tvinnan mikið lengra en þetta upp á broddinn á flugunni. Svo kemur broddurinn bara hérna. 3, 4, 5 vafninga. Það er að taka á þessu hérna og þétta þetta. Þétta raðirnar. Og svo fer þetta bara sem sé fer þetta hérna bakvið svona. Og fer undir. Sjáu hérna þétti þetta. Og fer sem sé eitt hringi viðbót og hérna undir. Grípið þetta með tvinnanum og nýtið þetta fast. Því næst kemur á þessa flugu búkur, svartur búkur og hann er úr sem sé Uni sem sé flossi. Svartur búkur sem sé, þetta er tiltölulega einföld fluga. Svo kemur svartur íkorni í vænginn og svartur hani í skegg, ef ég man þetta rétt. Við nýtum þetta bara live hérna upp úr bókinni. Klippa þetta í burtu. Svo kemur sem sé, já, það komur sér hérna alla leið aftur að silfrinu og svo setjum við tvinnan bara hérna fram. Hingað cirka. Sem við viljum hafa hann og við bara gleyma okkur hérna aðeins. Það þarf að sjálfsögðu að vera silfur í vöfina hérna. Það kemur hérna. Svo fer þetta svona fram. Og nú getum við byrjað að forma búkinn á fluguna. Stoats Tale-in er mjög einföld fluga. Original Stoats Tale-in kemur gullfasani í sem sé skott á henni, en Longwing eða langvængs útgáfan af henni, þá erum við bara að tala íkorna og svo strút, sem er mjög skemmtileg tilbreytni. Hann bregða sér í smá strút í vænginn. En þessar Longwing flugur fisk alveg og við höfum eftir að gera einhvað Longwing flugum, til dæmis skoða að gera til dæmis Alice Shrimp Longwing og þetta er dálítið þannig að ef það stendur í bók að Árni Baldursson mæli með ykkur þá er alveg óhætt að veita því athygli. En þá kemur vöfin á fluguna. Hún kemur sem sé hér. Þetta eru svona 3-4 hringir sem við förum með silfrið. Og við fyrir með það hérna, já. Grípum þetta með tvinnanum hérna. Og festum þetta niður. Nokkuð þétt. Og klippum endan í burtu. En þá skellum ég á skeggi á fluguna, það er sem sé svartur hani. Þetta er bara venjart hani sem ég á hérna. Pakkar sem ég keypti fyrir einhverjum árum síðan
og þegar við festum skeggið á þá notfærum við okkur hérna snúningin á væsnum og þetta stilla þetta svona af svona í þá endanlegu stöðu sem við viljum hafa það. Og svo klippum við þetta hérna í burtu svona og þá þetta að stilla þetta svona eiga dálítið við þetta og svona stilla dálítið af hvar við viljum hafa það endanlega. Næst á fluguna kemur vængurinn og hann segir svartan strút og þá náum við hann hérna út í glugga. Hann með 2, 3 fanir allavega sendur í bókinni 4. Við erum bara með 3 og það verða bara að duga. Þær eru hérna. Þetta strútur, ég man ekki, ég held að þetta sé venjart líka eins og stór hluti af þessu efni sem ég með hérna. En það óhætt að láta vænginn vera sko allavega búklengd aftur og rúmlega búklengdina. Þannig að þetta sko svona og svona. Þannig að þetta alveg svona vængur sem við erum að fara að gera á hana. Og þetta klippum við til. Og svo kemur vængurinn bara hérna á hana. Þetta, sjáu þetta alveg, þetta þrælúkkar, það vantar ekki. Og yfir þetta kemur svo svartur íkorni sem sé svona venjart íkorni. Þetta fínasta efni frá venjart. Verði að leyfa mér að mæla með því og ég man fyrsta flugunni eitthvað dótið sem ég fekk sem krakki, það var venjart og lúrflas. Keypt út í Englandi, það bara fínt, það ennst til meira segja ennþá eitthvað að því hérna. Þá kemur vængurinn sem sé hárvængurinn á fluguna og hárvængurinn nær svona já, aðeins hérna aftur fyrir buginn, öngulbuginn. Kannski ekki alveg svona langt, eins svona. Og þá klippum við þetta til, alveg eins og áðan. Gerum þetta alveg eins og við vinnum með íkornan hérna. Það að lakki sárið á honum. Ég er að þarna venjart hauslakk. Það fyrir hérna onni, sjáum við. Það lakki aðeins í sárið á hárunum. Þá verður öll vinna með hárin alveg sko margfalt einfaldari. Sjáum við þetta. Það draga þetta til. Svo hnýtum við yfir þetta og það líka ef við gerum þetta svona þá kemur lakki undir tvinnan og þú fær þar alveg sterkari haus líka. Og þetta eitthvað sem ég fattaði nú ekki upp á sjálfur. Þetta er frá hann og Jóni heitnum Sigurðssyni, vinnu mínum. Hann benti mér á þetta, hvernig þetta að láta hárvæng tolla, það var þetta að vera í aðferðin. Taka undir hárin í burtu og lakka þetta svona. Þá ekkert annað í rauninni eftir með þessa blessuðu flugu heldur en bara hnútur og málingavinna. En þetta sem sé Stoatstail Longwing. Ég ekki kláraði, það stendur ekki í bókinni hvaðan þessi fluga upprunnin, en einhvern veginn læðist að manni sá grunnur, það geti verið Skotland eða, já, Bretlandseyjar. Mikið alveg óhemmi magna flugum upprunni þaðan. Þá klippum við tvinnan bara í burtu hérna. Og svo kemur lakkið hérna yfir þetta. Og meðan við lakkum þetta þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir áhorfið og þær frábæru viðtökur sem Rásinn hefur fengið. Þið megið endilega að setja like á vídeóið, deila því, láta vini og vandamenn vita af Rásinni og halda áfram að horfa og hvetja okkur til dáða. En þangað til í næsta vídeói þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir. Stoatstailin hérna klár, glæsileg fluga, góð síðsumarsfluga, segir hann Árni í bókinni. En við sjáumst bara hess og kátt í næsta vídeói. Takk kærlega fyrir.